Svo veit ég ekkert ég svo lélegur í hljóðmix. Ég veit ekkert hvort það heyrist í P.R. og-laginu. Það verður að heyrast mér. Forgefnu hlustendur. Forgefnu? Það ekki þegar maður með eitthvað í forgefnu? Jú. Forgefnu hlustendur. Þetta hlaðvarpið 2 á toppnum. En eins og alþjóð veit eru 2 á toppnum blaðamennir Oddur, Ævar og Tóti. Það eru við, ég og Oddur. Og heyrið þér Oddur. Já, ég. Heyrðu, þetta þáttur númer 109. Tekin upp á fögru Reykjavíkur kvöldi síðasta dags júlímánaðar og því ekki aðeins síðasti þáttur þess mánaðar heldur einnig síðasti þátturinn fyrir Verslunarmannahelgina 2025 sem náttúrulega ömurlegasta helgi ársins en og gestur þáttarins hefur í gegnum tíðina verið rúsína í nokkrum gómsætum pilsöfundum hjá okkur og þá meira að segja ýmist sem stjórnmálafræðingur kvikmyndafræðingur Nú eða fyrst og fremst heiðursdoktor og prófessor emeritus í þeirri upphöfnu fræðigrein Adam Sandler, Jón Þór Stefánsson. Já, takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að koma einu ferðin enn. Hví líki titlar? Þeir eru geggjaðir titlar. Já, hann stendur undir öllunum þessu stjórnmálafræði bulli sem þú klíndir. Ég kannast ekkert við það. Hvenær sögum við var í stjórnmálafræði? Þú sagði það. Það var eitthvað, ég mætti hann í einhvern Það var ekki verið bara í síðasta, þetta þáttur 109. Já. Jón Þór kom hérna fyrst í þátt, hvað sagði? 12. Næstu því 100 þáttum síðar en hann komið áttur. En í vildiðin að vera hérna á til. En hann kom í 12 þátt sem for reals. Emil, þú rættir hérna loka reykjarina hérna í B.A. Jú. Adam Sandler. Já, hún fjallaði hann sem kvikmyndahöfund. Já, sem hann hefur svo ekkert gert nema bara staðfesta sig og sanna sig sem slíkan. En þá hefur mitt kynnti átturinn sem fulltrúa fræðasamfélagsins í þessum fræðum. Já, ok, en hérna svo varstu hérna hjá okkur í jólaþætti einhvern tímann og svo varstu síðast held ég örugglega í þætti 75 sem að hérna, já, vill svo skemmtilega til að aðalefni þess þáttar var ég veit ekki, þessi tilraunin það var líka hérna sá þáttur var helgaður ofmetnum bjána og fullorðnu leikskólabarni í krónísku öskurfrekjukasti Donald Trump Einmitt, og þá vorum við að tala The Apprentice myndina og þá hefur við sennilega ákveða Jón Þór hlita þeirra stjórnmála Einmitt, ég var að reyna að kveðja Trump í þeim þætti, manni þetta er svona endalógin Býtu, var hann tekin upp fyrir kosningar? Já, og ég spáði því að hérna Oddur var einhvern veginn búin að reikna þetta þannig út að alþjóðar stjórnmálafræðingur var búin að reikna út að hann væri alveg að síðustu metrar en hérna B.A. próflösi bókmyndafræðingurinn var búin að ákveða það ári áður að Trump myndi vinna þetta og, hérna... Já, ég nefndi alltaf að tala um þessa mynd að ég hugsaði bara hann er bara að hverfa af sviðinu What a has-been Já, what a has-been, nefndi ekki að tala um hann En hérna Happy Gilmore 2 Það er bara ótrúlega geggjað að við getum fengið fulltrúa fræðasamfélagsins Jón Þór Stefánsson til þess að ræða þetta. Kvikmyndaviðburð ársins. Já, eitthvað er þetta. Hvers vegna núna? Hvers vegna kemur þessi mynd núna? Veitu þið það? Ætli þetta sé ekki bara það er alltaf eitthvað fólk að tala við hann og þetta er líklega bara hans vinsælasta mynd myndi ég halda. Já, það er líka náttúrulega því að hún náttúrulega hann þarf ekki að selja bíó með það. Þetta er Netflix mynd. Já. Og hann er búinn, hann er búinn að vera í nokkur ára ekki með samning við Netflix jú. Og bara, þú veist, nú hefur hann bara örugglega bara séð, ekki bara 29 ár síðan að ég trámaði upp með Happy Gilmore, akkur ekki bara núna já. Akkur beðið hann ekki 1 ára viðbútt, tók 30 Já, kannski bara var pressa, Netflix heyrðu, Adam, mynd þessa árs, hvað er hún? Og maður færði kannski líka tilfinningu Sandlerinn, þetta er ekki maður sem er eitthvað pæli í 30 ár, eitthvað svona, einhver tala sér flott hún langaði kannski bara að gera Happy Gilmore 2 og skellti sér í það og hún er bara, held ég nú þegar orðin mest streymda mynd Netflix frá upphafi vega sko. Ég trúi en það ekki að þú veist á svona það lítur að vera þá á skalanum eitthvað frá já, örgulega frá droppi eitthvað svona eins og við mælum frumsýningar helgar eitthvað þannig Einmitt maður er náttúrulega ekki hissa á því að Happy Gilmore þetta er legacy-mynd já, og þá kannski ef einhverjir voru ekki fættir þegar hún sló í gegn eða eitthvað, ég veit ekki aðeins kannski, 1996 ég var ekki fættur þú varst ekki fættur? Nei Sjá, hann var líði og samt þetta orðin hérna prófessor í manni Nei, þetta er hvað, þetta er 1996 og hann er þá svona ég veit ekki, maður ekki segja hann væri svona að klifra á toppin, hann er ekki komin á toppin Þetta er svona þetta er eina af þeim sem að
svona festir hann í sessi sem kvikmyndastjörnu þetta maður halda og hann þarna svona tengslaraskaður Reykjaholic sem átti erfið æsku og með eitthvað draumur að hockey-stjarna, hann getur ekki raskat í hockey fattar svo fyrir tilvílun að hann með hockey-sveiflan hans, hún fín í golf já, ekki bara fín, hún svona bara undrafn fenómen, þannig að hann verður svona bara golfstjarna og þetta svona við kannski fyrir árið þetta náttúrulega bara svona underdog story náttúrulega kallast alltaf við Rocky en það náttúrulega Apollo Creed þarna og liðalínu einhendur sko. Kom þessi mynd á undan Billy Madison? Nei, Billy Madison á undan og þetta eru kannski svona þetta eru myndirnar sem að skapa grunninn að bara kvikmyndarstjörnunni það er svona heitir fyrirtæki hans Happy Madison og en ég náttúrulega var alveg sko rúmlega fættur þegar þessi mynd kom og ég hef örugglega sagt frá því einhvern tímann áður í einhverjum þáttum sem sannlega kemur sögu að sko, ég sá hann fyrst í Airheads 1994 í Regnbónum þar var hann og Brendan Fraser og Steve Buscemi einhverju bjánar sem að langa að stofna þungvarksveit eitthvað og bara, ég hataði þessi mynd ég var brjálaður í bíó bara, hvað ég að horfa á þannig að ég sem sagt eiginlega bara tók Adam Sandler bara út af sakramentinu bara áður en að var byrjaður sko. En svo man ég legði þetta á spólu Happy Gilmore, mér fannst hún gegguð sko. Bara, þá bara, ég hef kannski alveg átt að byrja út á 8 álæti mín og sjá þessa mynd í bíó sko. Þetta var ógeðslega fyndin og góð mynd sko. Þá leiði ég Billy Madison og líka bara, hann bara með eitthvað þessi bjáni hann var mikið fíbli sko. Ég meina þetta bara eina af því myndir sem að ég held að flestum í kringum hann allan að þykir mjög vænt Happy Gilmore þetta bara, ég segi sjálfur sem grimmit, mér finnst eiginlega ekkert koma í tæri við þetta mér finnst hún eiginlega bara fyndin alveg frá upphafi til enda og það kannski förum í hann á eftir og mér finnst eiginlega stjarnan í henni samt vera Christopher McDonald sem leikur Shooter McGavin hann á algjöran bara, algjöran undraleik hann svo fyndið sko. og svona, hann villininn keppinauturinn á golfvellinum og hann ranka sko, hann alveg bara strax, hann bara með sko fréttamannum í Die Hard og eitthvað, þetta er svona slísbegg sko sem hún hatar og hatar hann bara alltaf sko en hann á líka, það er svona eiginlega svona besta tvistið í þessari Happy Gilmore 2 einmitt hvernig hann kemur inn sko hann ekki tekin svona fyrir sjáanlegu tökunum sko nei hann hefur verið sinna skipti akkurat einmitt þetta allavega Happy Gilmore sem sagt 29 ára gömul og bara var ógeðslega fyndin og líka auka leikarnir líka þetta náttúrulega orðið ennþá meira líka hjá Sandler hann hóa bara í nokkra vini sinni og núna líka bara halva fjölskylduna sko þeir bara pop upp bara fyrstu 10 mínútur þess að Happy Gilmore 2 Steve Buscemi að mígin í póstkassa hvað býður meira bara þetta er svo mikið kami og veisla það er það hann býður upp á sko. og það er þannig 2 dætur hans í stórum hlutverkum og svo er einkonars líka það er bara öll Sandler fjölskyldan í mínu Sandler teiti þá voru við sem sagt farnir að velta fyrir okkur hvort það væri einhver svona skattapælingar ef hann væri að deila paycheckanum í fernt í staðin fyrir eitt stað þá væri betri dreifing á þessu ég bara hugsa að þú veist að tala þitt Sandler teiti við sem sagt góður vinahópur hún var sem sagt frumsýnd á Netflix núna síðastlegin förstu dag og þá var nú bara að hafa búið að bóka þetta kvöld með hansi löngum fyrir var að margra mánaða þá bara eftir að frumsýningar dagurum var ljós og við byrjuðum að fara í minigolf í alveg svo við ætluðum á Subway en það stóðst ekki alveg en við horfum síðan bæðið á 1 og 2 geðveikt þannig tók hann í beit og Subway náttúrulega augljóst og alveg hann var þegar hann var að stíga sín fyrstu skref í golfinu í fyrstu myndin þá var hann með Subway Spons og þetta leika svona okkur Subway sjónvarpsauglýsingu þegar þetta var ekki tjaldbæn var ekki geðvægt að sjá þetta svona back to back 1-2 það var mér finnst alltaf geggjað að horfa á 1 og það kannski það eina sem ég myndi kannski sem mæli gegn því er að þessi nýja mynd nummer 2 hún
hún sífellt að minna mann ef það einhver reffi í gamla myndina það var svoleið sko bara það fer ekki fram hjá manni, þið passa alveg upp á það flashback og allt þannig að þú veist, mér fannst ég næstu að vera að horfa á númer 1 aftur á köflum það eru svona það eru allar gömlu personar sem að mæta aftur annarkvort synir þeirra dætur eða eitthvað þannig og þá þarf alltaf að minna á, pappið hans eða þessi einmitt, ég man ekki hvernig ég sá síðan svona mikið af einmitt svona flashbökkum í mynd já, flashbökkum beint bara klift úr fyrstu myndi og þannig eitthvað gert sko samt að hjá mér, þetta bara vakti bara svona jákvæða þörf fyrir því að horfa á fyrstu myndin aftur sko, ég var hálfnað með svona 2 sem bara ok, það er ekki séns að ég verð bara að fara lóðbeint í fyrstu sko. Já, þú horfðir á 2 og svo 1 Já, það var eiginlega þegar ég var að horfa á 2 sem að ég var myndið svo hressilega á það heyrðu, fyrsta lagi fannst þér Happy Gilmore góð og í öðru lagi þá þarftu bara að horfa á hann aftur til þess að sko, ná þessu öllu, sko, öllum refónum sko. Og svo líka fór maður að spá sko, þú veist, ef Karl Veðers var ekki dauður sko, þú veist, hvað hafði hann verið þarna Já En hann fékk samt að vera með sko og hann náttúrulega því að hann léka Apollo Creed sko, það er náttúrulega þetta er bara eiginlega sama underdog sagan sko það var frábært náttúrulega að Karl Veðers karakterin sko, hann hefði náttúrulega orðið einhver Tiger Woods sko, ef krokodíll hann að étið á hann hendina í miðjum móti og endaði svona eiginlega með að drepa hann krokodíllinn náttúrulega eftir krókaleðin klára verki og svona líka hérna gæinn sem að hann vann hjá í fyrstu myndinni og setti naglan í hausinn á Risinn sem náttúrulega stálkjafturinn úr James Bond myndinni sko. Sáleikari náttúrulega eins og fleiri dáinn en samt sko honum haldið til haga bæði með flashbökkum og náttúrulega glettir að líkur gaur trómar upp þetta sem sonur hann sko. Þannig að þetta er allt og svo er hann trublarinn Tjakkas hann M&M komin í hans hlutverk alveg rétt ég var nú kannski ég var svona hálfgerður óþarfi það er líka að tala sko að líka þegar það er svo náttúrulega alvöru svona golf legend og miklu fleiri núna heldur voru í Happy Gilmore sko þá kannski tókst maður að krista hann inn einhverja 2-3 núna þeir bara hann allir hvað heita hann Rory McIlroy og Scottie Scheffler og eitthvað nákvæmlega og hvað ætlaði að segja með þá? Það man ekki. Nei, og sko, svo einmitt þarna M&M og svo líka sko eitthvað svona cameo veisla sem ég allavega náði ekki eitthvað kærasti Taylor Swift og þetta er eitthvað lið sem eitthvað sem frækt í Bandaríkjunum eitthvað, þetta fór alveg fram í mér. Já, ég átti, þetta var kannski það sem fór mest í töðunar á mér er Travis Kelce og Bad Bunny sem er hann að Caddian hans. Að manni fannst einhvern veginn þeirra söguþráður algjörlega óþarfur og einhvern veginn þá bara eins og þeir hafi hitt Sandler út í búð og spurt má ekki vera með og hann bara tekið vel í það sem einmitt truflaði kannski með Caddian sko, það er náttúrulega góðu partur af sko djókin í fyrstu myndinu hvað hann var sko lost hann Happy, að hann vissi ekki að hann ætti að vera með Kilvuberra og tók hann að Róna sem að var svona einhvern veginn svona hliðar underdog story sko, en þessi og aftur gera sama, nú tekur hann Regin Þjón sko, en það er einhvern veginn ekki sama, það er ekki sama viktin í þessum Bunny hvað hann heitir sko. Það kannski það er erfiðar að vera underdog að þú ert einhvern veginn heimsfrægur tónlistarmaður kannski svoleiðis sko. Einmitt ég var ekki alveg að tengja sko. En þú lítur að fara inn í þessa mynd með rosalega væntingar það voru alveg talsverðar en svo kannski einn góð vinur minn hann myndi mig á það þegar það er rúglega kannski orðin 10 ár síðan þá kom Zoolander 2 alveg rétt og ég hafði þá skömmaður tekið ástóðstri við fyrir Zoolander myndina fórum í skíðaferð norður í grunnskólanum þá var ég í grunnskólan og það sem ég var langspenntastu fyrir í þeirri ferð var að fara í bíó á Akureyri á Zoolander 2 og hún olli mér svo rosalega vonbrigðum þannig að þessi vinur minn sem fór með mér í þá ferð og var með mér núna í Sandler-teitinu hann myndi mig á þetta fyrirfram þannig ég náði held ég aðeins að deppa væntingarnar fyrirfram og það sem þetta er átlítið sameiginlegt að báðar þessar myndir Zoolander 2 og Happy Gilmore 2 þær eru dálítið að festast í sem svona cameo stjörnu fara aðeins yfirum í þeim pælingum
Það bara loðið svolítið við þessa klíku að gengi. Súlandir náttúrulega svona Ben Stiller dæmi sko. Og Ben Stiller náttúrulega skemmtilegasta cameo í báðum Happy Gilmore myndunum sko. Það meiri átta. Sérstaklega sko, hann var creep þarna á elliheimili í fyrirmyndinni. Nýðast á ömmu. Já. En sko, ég náttúrulega bara elskaði þessar mynd sko, það svona leiða að fundi sko, ég bara, svo fyndi það var þurft að sitja og slatta af þessum umulegu fundum og Er þetta tíma sem leiðir að Nei, ekki, jú, þeir eru náttúrulega meira allir svona sko þetta er svo smögg og gott með sig sko, og það líka það sem að fólk skilur ekki sko það verið störa svolítið svona ríkjandi að algengt hjá fyllibittum, örkum og dófustum og svona ákveði síðleysi sko. En það sko ekkert sem að endilega læknast með því að hætta að drekka eða dópa sko. Þú verð kannski bara alltaf síðlaus áður en þú byrjaði sko. Þannig að það er rosa margir sem ég 25 og sópar eitthvað fundi einu sinni í viku og halda þessu rosa góði sko, en það byggt okkur fundamental miskilningi sko. Sem að stillerinn í þessum það hafa það alveg hreinu að þetta var eitthvað sko prógram sem hann kendi líka við sjálfan sig það ekki, þetta var ekki alveg AA sko, þetta var eitthvað HAL en hann heitir HAL já. Einmitt hann skemmtilegur en ég fór inn í þetta alveg þegar sko, ég fór með 0 væntingar og það ég bara samtlega þegar alltaf látið Sandler færi töðunum en ég var bara að gleyma því hvað mér fannst Happy Gilmore góð sko. Þannig að þetta kom mér allt bara mjög skemmtilega óvart sko. Það er rosa svipa þetta er ekki svolítið eins og The Force Awakens þetta er svona einhvers konar bergmál af fyrstu myndinni með svona einhverju tvisti og ekki jafn góð kannski en samt alveg þetta er skemmtilegasta sem ég sé á Netflix svolítið lengi En hún síðan samt öfugst nú finnst mér ákveðnum hætta mjög áhugaverðu leiti því að gamla myndin, hún snýst aldrei þar er golfið svona hallarislegt og hann kemur inn í það sem svona punkaður og hann er svona andstæðan við golfi og það er að laga golfið svona laðar nýjan áhorfenda hóp að sportinu og svona En svo í þessari mynd þá er eins og hann sem er að vernda golfið og það sem er nýja og utanakomandi það er það sem er vont og þannig eru ég er alls ekki vel að mér í golfi og spila ekki en þannig verið að örglega einhverja vísanir í livmótaröðuna þannig í Saudi-Arabíu Já, það var líka það er alveg, það er svona tvistar í þessu eins og líka Shooter sem er sko hann er traditionalistin í fyrstu myndinu og þarf að losna við bara allar að sko útrýma Happy Gilmore því hann er að eyðileggja golfið sko. Og svo náttúrulega þetta er náttúrulega eitthvað svona skrýpó útgáfa Elon Musk og öllum ríkum tækni auðjöfrum sem allar að umbylta golfin í þetta skrýpó sko Minecraft í raunveruleikanum, ég veit ekki hvað þetta átt að vera sko. En nógu hræðilegt náttúrulega til þess að ég, eins og þið veit ekkert golfið, ég bara þetta er ekki hægt getur ekki gert þetta við golf verndum golfið og hann þessi vondikall, hann náttúrulega fær hinn Shooter lausan af geðveikra helgi þess að hann er búin að dúsa í 30 ár eftir að hafa mistað gulljakanum og þá náttúrulega fyrir sjáanlegast í heimi Shooter verið notaður sem artsvílan aftur en nei, þá snúa þeir félagar bökum saman til þess að bjarga golfinu og eru þá líka eins og Rocky og Apollo Creed sem voru andstæðingar í 1 og 2 en Ég held að það hafi verið uppáhaldshlutur minn í myndinni þegar hann var hjá honum að borða pönnukökur Mér fannst það ekkert eðlilega fyndið Mér fannst það ógeðslega fyndið bara en ég var að byrja að borða pönnukökur Það verið nýr fresh batch þegar það kemur tilbaka ógeðslega gott En hvernig fannst það myndið, Jónsson? Varstu ánægð með hana? Ég var kannski fyrir smáumbröðum Fyrir smáumbröðum? Já, ég myndi segja ég hafði sjálfgeft feilspor hjá Adam Sandler Þetta er nú mest allt algjöru hittarar hjá honum Einmitt. En er það kannski að því að það er bara minni pressa að því að hann er að gera þetta hrist þetta fram úr erminni fyrir Netflix sko. Þú veist, ef hann væri að keppa bara í miðasölu hann hefur svona bara alltaf staðið sér vel í miðasölu með bara örfa og myndatekning og þessar Netflix myndir hafa nú alveg verið í lagi Er ekki svolítið leiðinlegt að þessi mynd til dæmis komi ekki í bíó? Jú, ég hefði viljað sjá hana í bíó og reyndar ef eitthvað bíóið tækir sér til og myndi byrja að sína hana myndi ég glaða mæta en ég veit ekki hversu kannski Netflix leiðilegt við að gefa einhvern sýningarétt, ég þekki það ekki Nei, það er 100% þannig sko. Ég held að Adam Sandler myndi bara sé ekki lengur í bíó sko.
sem hræðilegt. Já. En hann hefur náttúrulega, hann sér ekkert eftir því að hafa skrifað undir þetta. Nei. Samningu í Netflix, sko. Líka því að ég var að tala fjölskyldu, þetta var svona fjölskyldudæmi, sko. Þú veist, hann náttúrulega vinnerinn, sko. Þú veist, hann að rústa Harry Prince og Meghan Markle, sko. Svona fjölskylda sem gerir samningu í Netflix. Bara, heyrðu, þið virkið ekki. Svo leiðilega maður. Hann alltaf eins og Bjáni en alltaf on top, sko. Nú veit maður ekki hvernig þessi samningur rennur út, en ef hann er í það mundar enn út, þá myndir maður halda Netflix myndi vilja skríða fyrir honum, sko. Alveg. Nei, það einmitt líka, veist, mér fannst það einhvern veginn, skiptir engum máli hvort ég sé sem myndi í bíó eða í sjónvarpinu, en ég held að bara Sandler á þessu róli hentar Netflix alltaf fullkomlega. Það er ekkert verið að það er ekki eitthvað strullaði metnaður í production value, bara hann kemur alltaf bara með vini sína, þetta er bara eitthvað gæjar og fagfólk sem bara lætur okkur hlæja, það er ekki mikið fyrir því og handritinu er ekkert dýfst í heimi en eitt svoleið, sko, það er alltaf verið kvartir fyrir Netflix sko, production value þessu lélega, sko, það skiptir ekki máli þegar þetta er Sandler mynd, sko og maður er bara ánæður og ég er samt að ég borga mér sem myndi bíó og ég hef ekkert farið í fílu hann svíkur ekkert, sko Nei, það var einhverju tímapunkti, ég var horfa hana með pappa, sko, og einhverju tímapunkti þá voru við báðu konur í síman. Þú veist að mér fannst hún ekki halda mér, sko, maður var á einhverju tímapunkti og maður bara, mér leiðist, sko. Þú veist, hún misti mig, sko, ég finnst hún einhver leiti að vera, hún byrjaði mjög vel, fannst mér, og svo bara miðbyggið og svo eitthvað kannski second, third act eða eitthvað leis. Mér finnst það vera svona smáðið svo svona sálarlausar útgáfa fyrstu myndinni. Skil ég hvað við? Ég get ekki útskýrt það, mér finnst það bara svona mjög nútímaleg útgáfa af mynd sem er búin til þess að þið leiðist ekki á henni og ert að horfa á hana streymisöndu. En er hún kannski nokkuð nútímaleglega? Mér finnst hún alveg, hún hefði alveg getað verið gerð bara, sko, degi setna, 1996, sko. Mér finn ekki að mun á henni þannig, sko. Það er kannski old school. Mér finnst ég samt finna fyrir svona einhverju TikTok Mr. Beast væðingu. Þannig að nú, Tóti, þú veist kannski ekkert hver Mr. Beast er. Nei, ekki nema, er það blái kallinn í X-Men? Þú eru að útskýra þetta fyrir gamla og ég veit, sko, ég er ekki besti maðurinn ég útskýra, en hann er svona YouTube-kall YouTube-bari og ég held að hann sé nú bara eitt sá allra vinsælasti, ef ekki sá vinsælasti og hann hefur held ég orðið svona vinsælt með því að hann fær eitthvað fólk og setur það í svona einhver challenge að fær einhverja áskoran það kannski þarf að vera inn í einhverju húsi í 10 mánuði og ef fólkinn tekst að færa 10 milljónir bandaríkjadallara og þetta þessi mér finnst þetta óneitanlega minna á eitthvað þannig þessi ríkikall að vera að setja endurnýja golfið þetta var líka ansi mikið eins og myndist á Elon Musk og þannig í honum þetta var annars Safti bróðurinn sem var að leika en þetta var svona einhver Mr. Beast væðing fannst mér og þeir voru kannski eins og þeir voru að mæla móti lifinu voru þeir að mæla að móti Mr. Beast væðingunni að hann er kannski komin upp á móti kvikmyndagerðinni en á sama skapi þá að því að þeir voru að leika sér á hans leikvelli þá fjalluður kannski líka aðdóldi niður á hans plan sem er ekki enda gott en mér varst alltaf svona mjög gott eða flott hvernig þessar myndir köllust á svo, veist, hann er hérna eitthvað að rótast heima þessu, sko, þá er hann ennþá með fulla geimslaðu sem hann að risa tjekkum sem hann var að fá alltaf og risa ávísanir og alltaf heldur góð sena hann í fyrir myndinni þeirra við leggjum þetta inn eftir halva mánuð ég vil fá svona eins og hann svona fullan bíla svona tjekkum, sko, það er lítið gott og fleira, þetta var alveg hérna ég var veist alveg þetta hélt mér, sko ég var samt örugglega teikt með eitthvað síman í Mannabergi maður fann að gera það svo sjálfkrafa ég veit ekki, það mér aðst eitthvað það var eitthvað svona svo, þú veist, virkar Adam Sandler svo þreyttur hann var svo gamall og svo þreyttur mér fannst það alveg rosalega töff mér fannst það eiginlega bara jafn töff og Gary Cooper, sko þegar hann að mæti fyrst á golfvöllin meðan derhúna og fólkjörjum Dr. Martins eða hvað og hann er ógeðslega lélegur í golfi mér fannst hann rosalega töff á meðan ég líka, þú veist, hann er alltaf bara 29 árum eldri ég er 29 árum eldri núna en þegar ég sá Happy Gilmore fyrst, sko
og og líka horfður á fyrstu myndina, hann alltaf bara, hann svo barn, rosalega ungur úlingur. Vitum við það? 96, nei, ég veit ekki heldur. En hann alltaf sko, hann örugglega ekki yngri en ég, hann hlýtur að vera 50 ára eitthvað núna, pluss. Hann svo óbúslega benskur eitthvað, þannig að, nei, mér fannst ekkert að hann væri komið með þetta skegg og svona, svolítið veðraður, sko. Líka þetta svo go to auðvelt líka, sko, ég á topnum og svo, harmur skellur mig og ég að vera fullur í 10 ár, það rosalega auðvelt, Jú. En svo er þetta ég samt ekki lítur í, ég hef alveg verið fullur í 10 ár, sko, þetta ekkert fyrir neina aumingja, sko. Nei. En það eitt líka sem athyglisvert við þessar Happy Gilmore myndir sem ég er búin að hugsa út í að dauðinn rosalega sterkur hann. Það sífellt allir deyjandi. Fyrsta myndin byrjar á pappans deyr, Chubbs, Carl Weathers. Hann deyr með myndina og líka í fyrirmyndinu þá alltaf þegar amma sér að spyrja út í kærstuna þá segir hún sér dáin og hún hafi nú bara farið frá honum sem við alveg einstaklega fyndið. Og svo byrjar þessi nýja mynd bara á því að hún, Julie Bowen stóra ástin, eiginkonan og 4-5 barna móðurinn. Já, og það var brútal og ég hafði samt svona mér finnst það samt flott, sko, einmitt að það svo að segja, hann vælir yfir því í fyrstu myndinu að bara haltu þið frá bara, allir sem konu alveg bara deyja, allir sem ekki vænt deyja, sko. Og það bara ekki 5 mínútur búnar á Happy Gilmore 2 þá bara, og hann drepur hana. Það er enda rosalegt. Hann tekur eitt af sínu þrumu skotum og golfboltinn bara drepur konuna. Og hann er eitthvað búið að kvart yfir þessi, það er eitthvað fíla úti, sko. Ok. Er það? Nei, bara að svifta hana og bara börnin móðurinn á endanlega, ég veit ekki hvað, sko, en hún var samt alveg í myndinni, leikonan, sko. Það var flashback og draumar og hún er ennþá á góða staðnum hans. Já, og hann endar ekkert með einhverju yngri nýrri hún er ennþá ástin í lífinu. Það var rosalega fínt yfir, fannst mér líka það kem ekki eitthvað svona annað love interest. Ég held að það sé meira, sko, þetta leiksturinn var eitthvað verja til þessi bara því að þetta er orðið þannig, við höfum talað þetta í nokkuð þáttum, sko, að það má enginn deyja lengur í, það verður bara allir alltaf að lifa, það er ekki mér sem svo likeable sidekickið verður að lifa spennumyndin af, sko, annars bara allt ónýtt, sko. En þetta var svolítið brútal, en hentaði narratífin alveg fullkomlega og það var ekki Rocky var það 5, 6, 7, 8 þá var Adrian dáinn, sko, Rocky var svona vangbrotin og Apollo þetta og líka þetta svona sko, Happy Gilmore, sko, í endanum á fyrstu myndi, þá var hann svona eins og Rocky í Rocky 3 það er allt geggjað, sko en svo náttúrulega grípa örlögin í taumana og það er ekkert nema hörmungar og gjaldþrot og vesen framöndan. Áttu ykkur uppáhaldssenu í þessari myndi? Þú myndist á shooterinn áðan pönnukúkundar. Já, mér var það í raun og veru bara þegar shooterinn þeir ákveða hann fari í golfið og hann tekur byssu en sko með miklu hann tekur, sko, hann var alltaf bara einn skambissa virtist verið í gamla dag en þannig var hann komið með virtist vera 2 vélbyssur og hann var rosa ákafur, sko, að skjóta. Mér fannst það ég alveg bara fagnaði þegar það kom. Já, ég veit það ekki, sko, þetta rennur allt saman hjá mér, sko, en ég bara, þessi mynd bara náði mér strax og stípur sem ég var að míga í póskassan til byrjunni, þannig að það er eiginlega þessi uppáhaldsatriði mér, sko. Já, svo náttúrulega að-fundunum var náttúrulega þetta var gott, sko. Var hann uppáhaldskamauð líka? Stípur sem ég, hann er það alltaf. Ef Stípur sem ég er í mynd, þá er hann uppáhald, sko. Hann er náttúrulega bara frábær. Minn var Rob Schneider, sko. Já, þegar hann kom, þá segði bara hann er Rob Schneider. Ég er bara ekki kennsla á fylgið. Nei. Hann leik hvað leik hann? Hann er dvergurinn sem var dvergur í fyrstu myndin í draumaheimnum en þá er hann komin á hjólið. Já. En við líka við stráka sem vorum í Sandler-teitinu, við höldum þetta aldrei upp á hann hvað heitir hann aftur? Nick Swardson. Hver er það? Hann er svona aldrei Sandler sidekick, hann er yngri og hann er þegar kemur þá er það flashback þar sem það er verið að sína það er verið að útskýra þessa ofursveiflu og hann er svona í gamla daga
og hann sá sem eini sem gætt dræfa lengra var með skóinn í raskatið alveg rétt það Nick Swardson sem ég hef búin að gleyma bara eiginlega honum náttúrulega, hann ótrúlega maður hann ótrúlega maður ég var líka búin að gleyma öllu þessu dæmi með þeir fóru í aðgerðina þessari hip og það er finn Hailey Joel Osment sem við þekkjum I See Dead People litli strákur hann var það ógeðslega leiðilegur hann búin að vera svolítið líka ekki eitthvað viðbjóðslegan pervert var það í The Boys hann leik nákvæmlega hann svolítið fast hann fór úr barninu og í perran sko. hann svolítið í því sko. hann gæti ekki lengur leikið í barninu nei, í rauninni ekki og svolítið fastur í þessu hann samt alltaf allavega að gera eitthvað ekki sama sorgarsagan og Edward Furlong Terminator 2 og American History X mér alltaf bara svona blótið bara eitthvað fyrirbæri sko Nei, hann var Hailey Joel Osment skrítið, hann var I See Dead People krakkinn í Sixth Sense og allir dyrkuðan og svo bara fór hann að poppa upp svona cameos bara í einhvern þáttum og alltaf eitthvað nasti við hann sko sérlega ógeðfeldur karakter fannst mér þessari mynd sko undir fölsku flaggi þykjast vera í Team Golf hann var svo Team Wolf eða hvað þetta heit hann Mér finnst stærsta áfellistómur yfir þessari mynd hvað ég allan hef lítið hann að segja sko maður bara eitthvað sásmynd en ég meina eitthvað þú var Sandler-mynd sko ég bara það sem ég langar að vita einmitt Jón Þóra þegar þú segir sjálfgjart feilspor hvað mynd gaf hann síðast út hvað hann búin að vera að gera ég hef ekkert fylgst nú mikið með hann hendi út í 2 murder mystery myndir var það Jennifer Aniston það Netflix líka og þú varst nú mjög hrifin manni af körfuboltamyndinni hún var reynda geðug, Hustle hún var ekkit eðlilega þess vegna sko ég kannski það á mér að hann búin að vera svo ógeðslega góður eins og Uncut Gems og Uncut Gems bara besta mynd sem að sé á síðustu árum og hún var geðug og svo var hann í sko mynd með Ben Stiller sem að þeir líka ykkur að bræður eða frændur eitthvað það var mjög svona alvarleg Stories með Dustin Hoffman líka hvað heitir hann sem gerir Marriage Story einmitt, það var ógeðslega góð mynd og hann eiginlega bara mér að vera orðin svona setni árum hann er bara svona hann svona alvarlegur leikari sko það skrítið að sjá hann aftur sem Happy Gilmore hann hefur samt líka eins hann gerði Húbi Halloween fyrir svona 3-4 árum sem svona kannski hann náttúrulega alltaf djókar sko og gamanleikari, hann hefur bara sýnt hann getur hitt þetta svo Stallone sko, poppar upp í Copland og eitthvað sýnir alveg, ég get alveg farað á eitthvað brand og level ef ykkur líður eitthvað betur en mér líður bara betur í að vera Rambo sko. Þetta svoleiðis og hvað er penningarnir líki þú að sé eitthvað Sandler fá eitthvað hærri laun fyrir að sína eitthvað stórleik sko. En er þetta þá næsta skref hjá hann þú veist, er bara Billy Madison 2 að fara að koma og Little Nicky 2, ég myndi fagna henni sko. Það geti alveg verið sko. ég var að velta þessu fyrir mig núna ég var að kæra til ykkar hann hefur, ég var alltaf flokkan sem kvikmyndarstjörnu og alltaf á þeim forsendum að hann getur laðað fólk að sér án þess að þurfa eitthvað annað og hann sjálfur, bara nafnið á pósterinn og myndin og ég held að sér bara hann og Tom Cruise sem svona virkilega geta þetta í dag og ég verður með þetta ekki mikið af myndum sem hann er gert sem eru tengdar einhverju öðru hugverki þannig að það eru þetta Grown Ups 1 og 2 og hvort að hann að Transylvaníu badamyndunar þær eru nú nokkrar og svo Pixels tengist fullt af tölvuleikjum ég kannski að gleyma einhverju en þetta er fyrst og fremst bara hann sem er að laða að á einu fórsendum þannig en kannski, ég veit ekki, kannski var síðast að Sandler mynd á Netflix ekki genið svo vel og hann svo bara fram á ef ég ger Happy Gilmore 2 þá mæta allir og þannig að það er spurning hvort að hann sé núna farin að grípa í þetta ráð til þess að fá fólk til að mæta, maður veit það ekki Mér finnst þetta allavega góð pæling á hann allt í lagi, okkur ekki að taka allavega einn úr karaktergallerinu og sjá hvernig hann fungerar 30 árum sinna Var ekki flott að vera með trilógi? Jó, en mér ekki Eftir 29 ár Uppáhaldsmyndin mín er alltaf Wedding Singer sko. Ég veit samt ekki hvort ég þarf ekkert framhald eða ég þarf ekkert að vita meira af Júlíu Gúlíu og Wedding Singernum sko. Nei, nákvæmlega það er líka, glemt því náttúrulega það er svo góð tónlistin í þessum myndum ég hnauti alveg það bara
ég sem myndum á 2, ég bara, já, ég bara gleymd að laga til, þetta er þetta gott lag og myndum við kannski átt að skýra þátt sko, við svindlum á introinu sko að undirlagi Jóns Þórs, við vorum byrjaðir þegar Jón Þór benti á þetta Tuesdays Gone og væri náttúrulega alveg málið sko og Happy Gilmore sko, ég þar í viki en ég var tónlistin fóttulega mikið fram með mér í þessari nýju einhvern veginn já, mér líka en í gömlum, maður hugsaður þetta eru nokkuð lög sem einhvern veginn eru bara Happy Gilmore playlistin þetta er Tuesdays Gone, þetta er hann Ho 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 It's Magic Carry On My Wayward Son og ég að gleyma einhverju góðu hann já, ég náttúrulega maður ekki hvaða lög þetta í myndum og 2 og þau eru örgulega kannski þau sko, eru náttúrulega way before your time náttúrulega og voru kannski eitthvað obskjör þá en þetta var meira bara svona, ég bara, já, heyrðu bara gleymdi að vera til sko. já. Þannig að ég þarf að fara að búa mig til núna á Spotify, sko, minn Happy Gilmore playlist sko. En ég allavega, veist, ég var eitthvað nefn búin að ákveða að þetta væri bara eitthvað svona þreytt Netflix sósa og byrja að kalla hana Crappy Gilmore sko, en svo bara já, svo bara, ég er virkilega ánægð með þetta bara. Já, þess að ánægð með hann sko. Og auðvitað, ég getur alveg rétt hjá okkur að þetta er kannski eitthvað tóma hljóð og eitthvað, en samt bara ég ger ekki meiri kröfur á Netflix en þetta. Nei eins og tala daginn sá einhver mynd var ekki á Prime eitthvað Undercover sem eitthvað heitir með Legolasi og Bryce Dallas Howard og Grama Indverjanum Pakistanum úr Ted Lasso svona lélegi leikar uppistands spunalið sem að fer að vinna eitthvað fyrir lögguna eitthvað það var ógeðslega fyndin og góð gamanmynd sko. Já og bara ég myndi líka þú bara sér þetta á þessu streymisveitum og bara já ok þið getið allavega þó boðið upp á eitthvað sem maður lær bara svolítið sko, vel gert. Og kannski er þróun að færast í þá átt að myndir sem fólk fer á í bíó eru myndir sem að fólk vill sjá í bíó. Það er alltaf að tala að þetta er svona mynd sem ég vill sjá í bíó. Verður að sjá í bíó, eitthvað Dune, eitthvað Grand Scale, eitthvað að streymisveitunar muni svona taka grínmyndinar að því maður hugsar almennt eitthvað svona, það er ekki eitthvað sem maður verður að sjá í bíó. Nei, ekki eitthvað visuált sko. Já, nei. En það getur svona, það er ótrúlega gaman ef maður er í fullum sal í bíó og það eru allir að hlæja. Já, ég er nefnilega að sakna þess alveg mikið. Já, og líka örgulega geggja það, bara verið í IMAX bara og sjá bara sko kúluna bara bara frá Happy Gilmore sko. Já, einmitt sko. Og já, þú minnist á kúlunar og mér finnst í báðumyndunum, þetta eru alveg æðislega skot með golfkúlunar og sérstaklega gamla myndinni soundeffektin. Já. Já, svo maður vist að kalla þetta bolta það er eitthvað sem ég lærti að vinna með golfurum sko. Þetta er bolti nú, ok er ekki skrítið sláðu boltan maður er ekki skrítið að enginn okkar sé í golfið? Nei, ég held að við sem síðustu 3 kartændir á Íslandi ég bara er ótrúlega eitthvað montin á okkur bara. Ég heldur aldrei hent öngli á sko. Það er alveg og aldrei spila fútbolmanager út í það Oddi var einmitt að segja mig frá fútbolmanager-ævintýrum sínum ég er búin að spila mikið fútbolmanager upp á síðkasti gengur ekkert sérlega vel og ég er ekkert sérlega góður í þessum leik ég nenni ekki að kynna mig þú veit kannski bara að fara að tjekka á gólfinu bara einmitt akkurat hvað, ertu að fara að líka klukkuna? Já, ég meina það er ekki 40 mínútur linnar og ég hef ekkert meira að segja um þessu mynd en hún var skemmtileg en mér langar að horfa á nummer 1 þið horfðu báðar á nummer 1 líka ég gerði það ekki sko. Þú ættir að láta það eftir hún er bara það er minn sem allir er að horfa á aftur ég held ég hefur röglega hort á hann 100 sinum og er ekki oftar hún þólir náttúrulega, þetta er bara þannig mynd það er svona myndir sem bara þóla bara eiginlega endalaust sko. eins og First Blood og Last Boy Scout og svona það er alveg saman hvað svo oftar Tremors ég þarf að fara að horfa á þær aftur En hvað var þetta Happy Gilmore, var þetta svona hryggjastykkið í rannsóknarspurningunni í ritgerðinni? Ég hef aldrei farið út í þetta að það væri ekki fyrir Happy Gilmore þetta er svona mín uppáhald sandlega mynd ásamt nokkrum öðrum en já og þessi svona arkitýpa sem hann hefur búið sér til þetta svona fullorðna barn þetta kannski verður aðalega til í Billy Madison tekur svona talsverð skref í Happy Gilmore en þessi reiði vandamál sem eru sífellt í staðar hjá honum
öllum þessum persónum. Já, við erum svolítið hrifin af því og líka sko að því að fíblin hérna í þessari nýju mynd sko fara þarna einhverja aðgerð á mjöðum og láta snúa sig úr liðnum, hann getur snúið sér sko í 90 gráður svona á seipinu sko og hann bara alveg bara verið reiðin bara reiður og svo líka alltaf svona þetta bara þessi everyman sko svolítið bara svo Andri Sönd einhvern veginn down on your luck alltaf reiður en svo kemur alltaf svona smá, hann svo heppinn sko og það, mann finnst það svo gott þegar maður sjálfur bara svona common loser sko bara ég fengi bara eitt lucky break sko maður tengi mikið við karakterin ég held að sé hann standi okkur svolítið nærri bara svona venjulegu fólki sko hann allþýði þetta þess vegna vildi ég einmitt að maður segi meira á honum einhvern veginn það er ekki bara því ég er ekki búin að vera að horfa á myndinar á Netflix sem ég geti gert meira þú ert náttúrulega upptökin við að horfa á annað það er svo mikið að gera djúli brjóla að gera á mér að horfa á Love Island maður Já. Það er konar 50 eftir sko. Hvar sá ég reffa í Love Island? Var það í Happy Gilmore? Nei, það var reffi í Love Island í Happy Gilmore sem ég var ekkert eðlilega ánægður. Vá maður, ég var að gleyma því. 5 stjörnur, Oddur Ævar. Það var einhver að tala um að hann væri að horfa á Love Island í þessu sko. Geðveikt sko. Hann talaði um eitthvað stop watching Love Island eitthvað leys. Það var geðveikt sko. Það var hápunktu myndarinn, það var uppáhalds þú er búin að hætta við þessi pönnuköku Happy Gilmore talaði beint og bara hætti að horfa á Love Island í símanum og fókusin á mig hérna. Nákvæmlega ég er samt, hvað var í síðustu viku? Ég man ekkert, ég er búin að vera eitthvað ég er samt stalst bara, ég tók Mummy og Mummy Returns bara 2 kvöld lítið gott stöð, eldast ekki alveg að byrja og með myndi, en gaman að því Það eru geggjar Horfður ekki á þriðju Dragon Nei, Scorpion King Nei, ég komst að því Nei, ekki Scorpion King, heldur kínverski keisar Nei, sonurinn er algæðin í Kína Hún fór eitthvað fram með mér og svo fatta ég það þegar ég var að horfa þarna á Mummy Returns að ég hef ekkert séð Scorpion King þannig að þar kemur The Rock þá sá ég The Rock fyrst sem The Scorpion King og þá ákvæði ég bara í hausnum að ég væri búin að sjá The Scorpion King það kom svo sér mynd eitthvað prequel The Scorpion King Var hún góð? Ég sá hana Nei, ég enginn hafi séð hana þannig að nú þarf ég að sjá hana Sást þú hana? Nei, og ég man bara ég er ekki viss mér að við séð Mummy mynd Í alvegni? Nei Það eru góðar? Ekki í minningunni Jó, nei, það eru góðar en þetta er 99 og 2001 og það eru náttúrulega kannski aðalega bara brellurnar eldast ekki droslega vel og líka Brendan Fraser og það er svo ógeðslega eitthvað cool og hress þá líka maður bara hvað gerir lífið við þig? Elsku hvað Svolítið svakalegt sko. Ég veit að því ég er alltaf sko fyrir stundum að bleima mig sko þegar ég öskra eins á hann á Laugaveginum og ég bara, fuck Já, þetta er þér að kenna Akkur öskraðar á hann? Ég var náttúrulega blindfullur og hann var hvað var ekki myndin með Annette Brím Það er, ég elska hana ég var lítill Já Það var ekkert myndar að gera, þá hann var hérna og svo bara var ég eitthvað ránglega upp bankastræti alveg blindfullur og hann stóð þarna bara tjatta okkur fólk og ég tók eitthvað svona garg bara eitthvað svona villidýr bara fram hann í hann sko, ekkert meir. Og það beindist alveg auðvitað Já, bara í feysaðan bara Þannig að það er ekkert útiloka hann hafi bara, fuck Nú er það búin Ég ætla að hætta að leika eftir þetta Nei, hann var náttúrulega bara geggjar í þessum myndum og náttúrulega Rachel Weisz ógeðslega sæt og töff og cool sko. Einmitt Þetta er árið hún fór í Bondin Sennilega áður hún hefur byrjað með Daniel Craig það endist nú þetta Þau eru saman ég held það, ég er ekki betur sko Það er rosalegt kannski er hann alveg næs heima sko þó hann hefur leiðilega um mig það snýst alveg mikið mig Já, erum að komast að því þannig að ég var rættaði frá Mývatni bara heimurinn snýst allir um mig Shit Herri, ok, en við höfum ekkert meira að segja um þetta Nei, það er bara gott stöf Jón, þú bara næsta Adam Sandler mynd veistu, hvað myndað er það? Hvað er að gera næst? Ég veit ekki hvort það sé komin eitt Billy Madison 2 Kannski Ég vil fá Little Nicky 2, það er vannmeti mynd Ég væri til í Bedtime Stories 2 Ég veist hún alveg frábær En var Little Nicky, var hún eitthvað vannmetin? Var hún eitthvað obskjúr? Bara tala svona Og það var eitthvað djöfla og himnaríki Hann var náttúrulega Satan sjálfur, þannig var hann svona lítill Á Sónu Satan En mammas var engill
mamma svo leikinn á Rís Witherspoon. Já, en hvað mynd var það sem John Turturro var svona þjóðn og var very sneaky, það var ógeðslega góð mynd. Svo hann? Nei. Hann very sneaky, það var ekki verið litlu nýki, það var verið allt í orðin ríkur eða einhvern veginn erfst inn í eitthvað, hvað var það? Var það Mr. Deeds? Já, ég manna ekki, ef hann ekkert alveg on top of his game í þessu myndismið, þá alltaf einhverjir meistarar í aukahlutverkum eða í cameo sem að lifta þessu upp sko. Já, nákvæmlega Nákvæmlega ok, það 15. fyrir Verslunarhelgi heimskulegasta helgi ársins. Þú hattar þessa helgi? Ég fjánuleg Þú ógeðslega fjánuleg. En þú ert að fara á ykkur úti á því vantalega? Nei Það ekki að fara til Eyja? Nei Þú var að sækja miða í Dallin og Dallin Nei Ég hef aldrei farið út á því sko. Og hlýsta alveg af því ég er antisocial eins og frækt árið, þá vann ég á bensínstöð öll mín menntaskóla, háskóla ár og lengur en það sko. Og þetta aðal helgin og við hlýtur að vera það ennþá því að sko lætin byrjuðu svona upp á hátíð á 50 degi og svona 5-6 liti á laugardeginu þá bara búm svo bara chillað á sunnudeginum og veist, ég misti tvisar bara fóru vakti listasbörpi fyllir í sko og einn gæi sem var á dælunni hjá mér, hann kom aldrei aftur bara ekki til að spurst sko, starfsmaður? Já, starfsmaður á plani það var alltaf fullir sko í vinnunni og ég veit ekki hvernig þetta í dag, það var svona sjússafyllir í sko, var alltaf lið í bílum alltaf rétta flöskunar út sko, var alltaf gaurarnir á dælunni alltaf að taka einn og einn slurk sko og þetta mökkölva náttúrulega síðdegis á föstudeginu sko. Ég vann aðeins á benstöðu á mínum úlingsárum og ég var ekkert var við þetta. Nei, þetta. Já, veist ykkur svona hverfastöðu. Nei, þetta var rosa mikið stuð en ógeðslega pirrandi sem verður ég fatt ekki af hverju þurfa allir að gera allt eins, ein helgi eitthvað bla. Það er alltaf það er alltaf hægt að sko, berja sig í köku í miðbænum og vera fullur sko. Það er betra að vera nálægt sjúkrahúsum og svona helstu þjónustu sko. Já. Það er alltaf að gera þetta við stórt í sveit. Já, það var Eyjum. Já, Eyjum. Svo alltaf mónt viður einhvern veginn. Og líka, viljandi eitthvað vera að hýrast ykkur tjaldi. What the fuck? Spáðu sérstaklega slæmu veðri núna. Sem hrikalegt. Já. Nei, þetta alltaf svona, ég næ ekki, ég skil ekki hópefli, sko, ég skil ekki þetta. Nei, þú vil bara ein efli. Já, eða bara, getur ekki bara fólk bara, gett þetta á eigin forsendum einhvern veginn setna. Ég spyrir ekki að dreifa álægin og áhættinu og þetta því, sko. En Jón, þú allar norður, það staðfest? Nei, það er ekkert staðfest. Það er ekki staðfest? Nei, það er ekkert staðfest. Ekki með neinn plön? Nei, við vorum að tala með þetta áður og kveitum á það virðist engi vera með plön. Nei, það er engi með plön. Það er einhvern veginn veðri, já, búið að vera fokk í fólki. Já, það er veðri sem er, já, einmitt. Ég hef með 2 Amerikana í Reykjavík. Það er það sem ég ætla að gera. Já. Svo er alltaf þetta að hanga bara heima og hanga inni og glápa eitthvað. Ég fann nú gamlan lista sem ég tók eitthvað saman. Já, Top 5 útilegumyndirnar. Heyrðu, vá. Við teljum niður. Ég setti í 5. sæti The Great Outdoors frá 1988. Það er John Candy og Dan Aykroyd að vera í útilegu. 2 fjölskyldufeður sem eiga ekki margt sameiginlegt sko. John Candy er léttlindi fjölskyldufæðurinn sem heldur með fjölskyldunni sumarfrí í huggulum dal við Stöðuvatn. Illu heiti mætir mágur hans sem Aykroyd leikur með sitt slekti á samastað. Sá er snobbastni sem á enga samleið með búranum Candy. Þannig að fríi leysist upp í allsherjar meting og illhelfur þeirra á milli. En sýstir svo jálega þegar regnstormur neyðir fjölskyldunar til þess að hýrast undir sama þaki. Þetta er alveg... Já, mér langar að segja þessa. Þetta er svona John Candy að vera svona í Adam Sandler feelingum sínum, sko. Já. Vera með vinum sínum í einhverju svona léttu gríni, sko. Einmitt. Og þetta er saman ekki... John Candy hann var alltaf einhverju svona hlutur. Já, hann var svona góður, alveg einhvern veginn góður gaur, sko. Já. Fólk er enn að minnast hans bara hvað hann var næs á setti sko. Carry On Camping 1969 við höfum eitthvað að tala um ég hef eitthvað að tala um Carry On myndarflokkin hérna þú komst alveg að fjöllum eins og alltaf
Carrion Camping aðalega minnistæði sko fyrir það, þá fer Carrion liðið allt sko, það í svona, eitthvað svona æmi, gæti verið Íslendingar og Vestmannahelgi með eitthvað tjaldvagna og tjöld og eitthvað svona hvað heitir þetta, tjaldstæði Já, það var ein hérna gellan Barbara Windsor, hún að gera svona morgunleikum og það skýst af henni brjóstahaldarinn svona, búm framan í eitthvað kallinn hérna sko, það ógeðslega fyndið Já, bara eina bara síðan hvenær þessi mynd? 69 og þetta RÚV var alltaf að sína þetta var að dópi að myndum Carrion myndum svona klúrt brest grín sko alltaf samanliði og þetta var svo kanslað fram og tilbaka í dag sko, það má kannski ekki segja þetta upp á sko og líka Barbara Windsor þessi leikona svona lítil svona hnellinskvetta og hún var mikið, hún hékk utan í kreisbræðurunum glæpakongunum for real sko þannig að þetta allt lögrandi sögu svo Ídenleik, ég elska hana 2008, munið eftir henni hvað heitir hún gellan úr Yellowstone svona líka Beth Kelly Riley og Michael Fassbender þetta löngáðurinn að Kelly Riley verður sko stjarna í Yellowstone og löngáðurinn að Fassbender sturtar ferli sínum og í klósetum með lélegu hlutverkavali þetta par sem fer svona eitthvað út úr bænum á Englandi og lendir í svona einhverju pakki svona British thugs og ógeðslega svona creepy fólk og Er það hryllingsmynd? Þetta er hryllingsmynd, já, það er spennu thriller, já, þetta er nasty mynd sko og góð útilegu mynd og svona einmitt svona mynd sem eru bara, hei haldið ykkur í bænum bara, ekkert vera að þessu sko og svo bara sett ég að Gunny Evil Dead í annarsætti það er nú líka sumabústaðaferð og gaman, þarf ekki að segja meira og í fyrsta sætti Deliverance frá 1972 myndin sem að riðlaði sér á sögubækurna með að vera fyrsta Hollywood myndin sem að sýndi að karlmanni nauðgað í enda þarm Squeal like a pig og svo bannja við Ég horfði hana bara ekki fyrir svo löngu Já, hvernig virkaði hann? Mér langaði bara að fara hvað með þetta Suðuríkina bara sem allra fyrst sko Já, kíkja, þetta var svona gritti mynd sko þetta er líka 72 þetta bíóið þarna í Bandaríkjunum var svo ógeðslega gritti í 70s Nýja Hollywoodi brútal sko og hún er algjört svona dæmið það og hún líka, er mjög góð mjög góð, fyndi líka því að Burt Reynolds hann er bara svona ógeðslega bara svona harður gaur sko bara því að hann var svona alltaf svolítið svona léttvægur tekinn sko þannig að hann byrjaði eiginlega á topnum sko það byrjaði þar sem Adam Sandler kíkir stundum þegar hann er í stuði eitthvað smá djók ok þetta var geðvik ég er einu að hugsa einhverja útilegumyndir Virða Millers mun eftir henni er hún ekki hún var skemmtileg getur náttúrulega að tekið bara alla svona road movies og réttlætt að það Blossa og Stelli Orlofi einmitt nú fullkomin einmitt verðum ekki sýnd að 17. júni aftur með allt á hreinu eins og allt og með allt á hreinu þá kannski líka það er alltaf the road movie þetta er líka hvað er ekki Jakob Frímann sem er nú hlutur ekki þar hann er ekki núna eina fyrir enn einhvern veginn tökum á veðrinu jú saumavilni vindvilni sástu ég var að skrifa fréttum í dag og sástu hvíta máva ekki heilt sko ég forðaði mér undan því sko það var svona klassík sko því að með alltaf hreinu var svona eitthvað svo geggi sko svo follow-upir sem er alltaf þetta og umulega leiðileg mynd sko hef ég heyrt og svo finnir það bara á þér bara ok og þá er eitthvað veðurdæmi svo ég man bara eftir einhverjum fréttum það var í kringum eitthvað svona útjáti eitthvað sem Stummi ætla að gera þá held Jakob Frímann í fram sko hann væri með eitthvað tækni sko ég held að hann er búin að leika sér svolítið að samruna skáldskapar raunveruleika ítrekað en hvað, þetta virkaði núna þannig að ég vakla sko hann vil líklega meina það og fólk sem ég þekki sem var hann það var bara mjög ánægt með ef maður sé eitthvað myndir það virðist alveg vera ekki rigning fólk sem var búið að búast við vondu veðri kom sátt heim náttúrulega ef þú ert Íslendingur og fer eitthvað út úr bænum og ert að búast við góðu veðri þá er náttúrulega eftir halvviti sko maður byrður ekki mikið maður byrður bara gott viður við erum þetta stættið á Suðursvegi og maður byrður ekki mikið bara gott viður
Það eina sem ég vil. Já, svo ætlum við bara rétt í lókfréttum og svo ætlum við að bregða á skjæmi tölvi gerir mynd frá lögreglunni þið sjáu Mikka Mús og Andri Sönd einhvers staðar hringt í 112 eða eitthvað svo hringt í 112 eða eitthvað hvert erum við komin galir Jón Þór, takk kærlega fyrir komuna takk kærlega hvað er teljarinn? 55, ok, flott og hvað, þú þykist að fara inn í frí? Ég er að fara í frí eftir ég á bara 2 vinnudag eftir hef ég lifið þá af þá fer ég í frí tekum á til 2 USA Ians segir maður ekki það, 2 bandaríkjamönnum USA síðans já, USA síðans og já þeim langar að djamma eitthvað og ætlum að fara ekki inn í púkan og eitthvað svona sko. Já, ok, þú búið til að halda þig innan borgar já, eitthvað svona í roadtrip eitthvað, kannski eitthvað útilegu eitthvað já, Eurotrip í næstu ykkur geti gæst ok, já við bara takka Jón Þóri fyrir að vera hérna takka Jón Þóri og Rekus fyrir að hýsa okkur já, það er fallega gert að hýsa okkur hérna já, mælum við Rekus.is hvernig fólk að kíkja í toffólk, hvað ekki það? Jú, endilega virki ykkur aðeins á Facebookinu ég ætlaði að sitja myndangað í dag að kommenta hann undir þú varst að tala um hann flottasta gerður ekki það? Flottasta Hollywood-parið? Já, ég var að pælja að svaraði með Richard Burton og Elizabeth Taylor getur þú látið AI kannski búa til hittin og hentin í svo Cary Grant og Audrey Hepburn já, nei, mér síndist nú Jón Óskar stórvinur þáttarins er að afgreiða þetta með að minna á Bóki og Bakkal sko, það er náttúrulega eina alvöru parið sko já sannlega Paul Newman og John Wood var líka heldur góð sko en meina, svo er þetta ekki alltaf eitthvað svona frekar loðið með statusinn Pamela Anderson og Liam Neeson er það ekki hvað hétt aftur á Facebook It's Complicated þetta liggur þetta er slúður meðlatnir sem er að segja að þetta sé svona sko já en svo þeir hafa oft reið fyrir sér já, meina, þeir eru alltaf ógeðslega góðir vinir og það er líka bara fýtt sko grunnur fyrir gott ástarsamband en ég man þetta betur, ég var að segja daginn að Liam hefði sko alveg fengið að kynnast harmi sko þegar konunars Natasha Richardson hún dó í skíðaslýsi hún klesti á svona 3 og dó og hann er búin að vera var ógeðslega lengi sko 11 ára sko. Og hún er systrin er Jolie Richardson sem að lék í Niptök þetta er svona leikara slekti sko en ég meina hann er engin playboy eða player sko það bara missi konuna sinni og er bara búin að vera bara að fljúa solo og annars að maður viti eitthvað mikið hans persónulega hægi þá fær maður einhvern veginn tilfinninguna til góðum maður já, hann er einmitt með það þegar ég tel mér alltaf að vera sérlega næman ég veit alveg frá Risky Business að Tom Cruise var í skítæl sko en já, þú treystir þessum manni og veist, já, hann fer góðum maður þú er ekki hitt hann Liam Neeson þú hefur ekki öskrað á hann nei, ég veit ekki ég er alltaf þannig einheltisbúki ég er alltaf ræst bara á minnumáttar og sá alveg á Brenda Fraser hann er alltaf eitthvað er ég George of the Jungle? Yes ég er bara neitt mig og byggt mig fyrir Liam Neeson sko og þekki hann svo lengi sko frá Excalibur og eitthvað 82 eitthvað wow en skynjaði veikleikan í Brenda Fraser já, sem er náttúrulega ekki fallegt og ekki eftirbreytni en ég var yngri og druknari nákvæmlega herru, þar til næst já, hvernig sem það verður ok herru, einmitt árinu kveðjum ég var búin að glemma því ég ætla að gera þetta árinu ok, vil ég kveðja, hefur loka orða? Nei, bara áfram Adam Sandler já, hann lengi lifi, húra, húra, húra Son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.